Jæja, seinni hluti júnímánaðar Já, og vonandi hafið þið komist að mörgu áhugaverðu varðandi samningin ykkar við jörðina og eru svona orðin aðeins meðvitaðri það. Við ætlum að skoða núna í seinni hlutanum hvernig við tengjumst náttúrunni. Já. Og svona aðeins að líka deila með hvort öðru hvað það er sem að við njótum í tengingu við náttúruna. Við nefnilega lærum oft svo mikið á hvort öðru. Já, þannig að við munum setja þráð hérna inn á hjartagurinn þar sem við byggjum ykkur að deila með okkur bara annarkvort í máli eða myndum hver er uppáhaldsleiðin ykkar til að tengjast náttúrunni og byggjum ykkur að setja svörin ykkar undir þráðinn, þannig að þetta sé nú alltaf á einum stað. Jú, og svo ætlum við að halda áfram með því að ef við viljum styrkja eða bæta tengingun okkar við náttúruna eða prófa eitthvað nýtt, að setja okkur raunhæf markmið með það að fara og tengjast náttúrunni. Og sumir eru í frábæri tengingu við náttúruna, eru út í náttúruna hverjum degi, þá er þetta að tengja kannski við aðra hluta náttúrunar en við gerum kannski vanalega, að fara á nýja staði og annað. Það er svo margt sem hægt er að gera til þess að svona aðeins skora á okkur og okkar skynjun í tengingu við náttúruna, því hún er svo ótrúlega fjölbreytt. Og svo eru afskaplega mörg okkar sem endurtaka sömu lummuna aftur og aftur, ég þarf svo að fara út, ég verður nú gott að komast oftar út og gera oftar þetta og gera oftar hitt og auðvitað er þetta allt bara spurningum að ráðstafa tíma sín og að forgangsraða hlutunum og að gefa sér kannski örlítinn tíma á hverjum degi, helst á hverjum degi, en svo má það alveg vera aðeins sjaldnar, það er allt í lagi, en að einmitt setja þessi raunhæfi markmið og við skulum ekki byrja á að skrifa blað, ég ætla að fara í hverjum degi hálftíma út í náttúruna og tengjast henni. Það myndi ég ekki kalla raunhæfi markmið nema við höfum allan tíman í heiminum. Þannig að setja niður hvað við treystum okkur til að gera án þess að vera svo að brjóta okkur niður fyrir að hafa ekki náð að gera. Akkurat. Og prófa nýja hluti. Algjörlega, prófa nýja hluti. Og ef við förum alltaf sama rúntinn og gerum alltaf sömu hlutina í náttúrutengingunni, einmitt að prófa eitthvað annað. Byrjum að fá að upplifa einhverja aðra tengingar. Labba einhvern annan rúnt en við gerum venjulega. Það er mjög holdt. Já, þannig við festumst ekki í sama kassanum þar eins og annars staðar líka. Skorum aðeins á skilningaviti. Og svo ætlum við að skoða líka hvað við viljum að vaxi og dafni í tengingu við jörðina. Já, eins og var með steininn í hugleiðslunni sem var svona á að vera táknið okkar fyrir þennan samning sem við gerðum við jörðina, að það gæti verið fyrir þau ykkar sem treysta sig til þess að prófa að sá fræi eða umpott einhverju plöntu eða jafnvel fá sér litla plöntu sem að þið nærið svo og hugsið vel sem að er þá svona táknmynd tengingu ykkar og samband við náttúruna, eitthvað sem þið viljið rækta og passa upp á. Það má þess vegna bara vera fræ úr ávexti. Já, bara. Og þetta má vera eitthvað sem vex í eitthvað sem þið borðið, því það má uppskera líka. Það er læg. Akkurat. Salatið. Já. Mjög góð tenging við jörðina. Já, en við ætlum líka að leika okkur núna seinni-part júnímánaðar og leika okkur bara með það sem við finnum í náttúrunni og við komum til með að setja hérna þráð þar sem við skorum á okkur til dæmis að gera drullukökur eða blómakransa eða eitthvað, gera eitthvað skemmtilegt. Já. Finna þess barnið í okkur og ævintýraheiminn sem er þarna úti. Nauðsynlegt að leika sér stund. Nú, ef það er rigning, hvað er best að gera? Segðu mér. Hoppa í bollu. Já. Dóttur minni finnst þetta ekki mjög spennandi lengur þannig að stundum get ég fengið frængu lánaða svona til að fara með mér og hoppa í bollu. Mér finnst það mjög skemmtilegt. Og stundum getur maður bara gert það sjálfur, maður þarf ekki neitt lánaða. Nei, en mér finnst bara svo gaman að upplifa það með krökkunum þetta. Ég get alveg hoppað inn í bollunum. Það er bara svo ótrúlega gaman að sjá og stundum af því að ég hef líka alveg verið að hvetja, eins og hvetja börn til þess. Þau stundum eru bara svolítið pen og fín. Það er svo gaman að leyfa börnum að fylgjast með fullorðnu fólki leika sér. Þannig að þau haldi ekki bara þegar maður er fullorðin þá hættum bara að leika sér. Því að við missum oft þennan eiginleika að leika okkur. Þegar við verðum fullorðin því lífið verður rosalega alvarlegt og við eigum að vera svo virðuleg og megum helst ekki láta sjá á okkur við gerum nokkuð tíman eitthvað sem er ekki virðulegt. Þannig að brjótumst aðeins út úr þeim ramma og bara göngum með blómakransin okkar á hausnum og hoppum í pollunum og verðum upp á stein og setjum drulluköku og disk og gerum bara alla þessa skemmtilegu hluti. Það er svo gaman. Nei, ekki. Við hlökkum til að sjá bara allt sem einhver dettur í huga að gera núna seinni-part júnímánaðar og líka aðeins fá að heyra markmiðin ykkar og hvernig ykkur finnst best að tengjast náttúrulega. Leika með ykkur. Já.
Njótið vel.